Velkomin í föstudagsþáttinn. Það ennþá bleikur október og í dag meiri segja bleiki dagurinn og þess vegna ég með hérna þurrkað blóðberg í múmínbolla. Þátturinn verður blandaður að venju en við ætlum að byrja á því að fjalla aðeins erfðamál. Til mín komin Harpa Ævarsdóttir, lögfræðingur. Velkomin. Takk fyrir það. Þú hefur verið að sinna svona erfðamálum áður þú fórst að læra sálfræði eins og þú varst að segja mér rétt áðan. Jú. Þetta eitthvað sem við þurfum að hafa í huga svona bara strax upp úr fermingu eða hvenær myndir þú segja að sé ástæða til að fara að grípa inn í? Já, allavega þegar fólk fer svona að afla sér einhverja tekna og eigna, þá ástæða til að hugsa það. En jú, ég held að þetta sé eitthvað sem allir þurfa að hugsa út frá sínum aðstæðum hverju sinni og bara taka ákvörðun það hvernig þau vilja að sínum málum verið háttað eftir sinn dag. Ef maður kannski svona 20 og að reyna að koma þakki yfir höfuðið og þú veist bara í þessu basli sem kannski margir í, samt ástæða til að spá í þetta? Hverjir fá þá skuldirnar? Hverjir eru að skuldirnar? Það kannski líka ángi af þessu? Já, það svona kannski eitthvað sem kemur til eftir að þú fellur frá og þá hefur fólk val það hvort það við þín skuldir eða ekki. En já, ég myndi segja ef þú ert einhleypur, barnlaus, ungur þá kannski ekki endilega ástæða til að vera að spá í það. En fólk sem í sambúð, gift, á börn, sambýlisaðilinn á barn eða hvernig sem að fjölskyldu aðstæðunar eru, þá ástæða til að setjast niður og velta því fyrir sig hvernig fer ef ég fell frá eða maki mig fellur frá eða hvernig það verður. Erum við eitthvað, veistu hvort það einhverjar breytingar, einhver þróun, erum við rosalega sein til eða það eitthvað að breytast? Viljum við helst ekki tala þetta? Hvernig er staðan hjá okkur Íslendingum kannski bara svona almennt? Nei, þetta svona frekar umræðefni sem fólk vill ekki tala Nei. Nú bara lífið núna og þetta eitthvað sem bara á ekki verið að hugsa Kemur ekki fyrir mig, kemur ekkert fyrir mig. Nei, en við erum bara mynd á það nánast daglega að við vitum ekki hvort við fáum morgundaginn eða hvað. Nei, þannig að ég held að við verðum að spá í þetta. Og ég held líka að það mjög margir sem hafa hringt í mig og verið að spá í eitthvað en svo ákveða að hugsa málið, svo fæ ég símtöl árið seinna. Þá tilbúið að taka af skarið þannig að það tekur svolítið tíma að einhvern veginn að svona meðtaka hugmyndina eða? Já, eiginlega bara held ég svolítið að fá kjarkinn til að gera eitthvað í málunum. Kannski þetta því að innst inni þá trúum við alltaf að við séum ódauðleg. Við trúum ekki að neitt komi fyrir okkur. Við erum kannski svo næf, allavega margir þar með ég, bara ekki ég. Það kannski? Já, kannski, en svo held ég líka að sumuleyti sé það þannig að ef þú gerir eitthvað, þetta sé svona pínu örlaga valdurinn, þá... Ef ég geng frá erfðamálunum þá bara deyja kannski á morgun. Þá bara þetta einhvern veginn að sé þessi tilfinning, sko. Já. En ég held þess að bara fólki létti mikið þegar það gerir þetta. Að þeir búin að taka skari, búin að taka ákvörðun hvernig vilt hafa þetta. Nú, ef þú vilt engu breyta, þá allt í lagi. Ef þú vilt hafa þetta öðruvísi sem það samkvæmt lögum, þá bara gerir eitthvað í því og þá bara getur þú lifað áhyggjulausari áfram. Hugsa sér. Þannig að ég held að, og sko, þó þú gerir til dæmis erfðaskrá eða hvað ráðstöfun sem þú ert að gera, þá hún ekkert óbreytanleg. Nei. Þú gerir hana með við núverandi aðstæður en þær getur þetta breyst. En þetta svona eins og í bíómyndunum, svo slettist eitthvað upp á, einhver verður móðgæður, einhver verður reiður, það fólk að hringja og breyta erfðaskráni? Það svona aðeins meiri prósess en jú, það getur allt komið upp á. Allt komið upp á. Útiloka einhvern út úr erfðaskrá sem átti kannski upphaflega eitthvað. Já, en þú getur hins vegar ekki, til dæmis ef þú ert gift eða átt börn, þá getur þið ekki ráðstafað nema 1/3 þínum eignum. Þannig að þú getur aldrei gert til dæmis óþekka barnið arflaust, það ekki þannig. En 1/3 fer þá til maka, ef þú ert giftur, eða hvað? Já, og 1/3 til barna og... Í rauninni grunnreglan svo að ef að þú ert gift þá í rauninni skiptast eigur eitthvað til helminga, það svona grunnurinn. Og svo erfir þú 1/3 af helmingi makans og 2/3 skiptast á milli barnanna. Alveg sama í rauninni hvað þau eru mörg. Hvort það 1 barn eða 10. Þessi hlutföll eru alltaf föst. Ef þú ert ekki giftur en í sambúð og með börn, hvað gerist þá? Þá í rauninni sambýlismakinn alveg réttlaus. Já.
Og þá skiptir engu máli hvort þið byrjuðu saman fyrir árið síðan eða 60 árum. Nei, og það er mjög algengt að ég heyri það að fólk haldi að eftir 15 ára eða 20 ára eða 7 ára eða ég er búin að heyra allar þessar tölur að þá bara sé þetta eins og fólk hafi verið gift. Já. Og þessu verður ekkert reddað eftir á. Nei. Þannig að þetta er eitthvað sem fólk þarf að huga að. Sumir vilja ekki vera giftir en þeir geta mögulega arfleitt sambýlismakan að einhverjum hluta eftir í hvernig barnastaðan er. Já. Og þá með svona einhvers konar erfðaskrá. Með erfðaskrá, já. Maður sér erfðaskrá alltaf fyrir sér sem svona þykka bók, en er þetta ekki bara A4? Þetta er bara A4 blað. Jafnvel í tölvu. Já. Og og í rauninni er hægt að setja þetta upp með margvíslegum hætti en það þarf að tryggja ákveðna vottun á þetta. Þú þarf að vera svona hvað ég segi, svona aðeins meiri heldur en að maður skrifi bara vottur og réttir undirskrift og dagsetningu. En í dag getur erfðaskráin ekkert glatast í eldi, þetta er einhvers staðar líka í tölvu með það ekki rafrænt einhvers staðar eða hvað? Nei, þú gerir erfðaskrá, ég er ráðleg fólki að láta geyma eintak hjá sýslumanni, þannig að hún sé þar þegar það kemur. Hún er hins vegar alveg gild þó hún sé í skúffunni hjá þér. En hættan er náttúrulega eitthvað komið fyrir eða þínir nánustu bara hendi drasslinu aðeins að fyrir gegnum það og þetta kom aldrei upp. Þannig að ég er ráðleg fólki eindregið að geyma hana hjá sýslumanni. Og heldur að það hefur gerst, að fólk sem ekki geymir eintak hjá sýslumanni Já, það hefur gerst. Það hefur gerst. Æ. Og það er endar, og ég kannski man svona vel eftir vegna þess að í þessari tilteknu erfðaskrá voru fyrirmæli varðandi útförina. Æ. Og þó það sé kannski ekki eitthvað sem á endilega heim í erfðaskrá, en þá svona var mér þetta minnist að þess vegna þess að það var ekki farið eftir þessum fyrirmælum. Og þessi erfðaskrá fannst ekki fyrir mörgum árum seinna og allt frá gengið bara með einhverjum öðrum hætti. Já. Þannig að það er margs að gæta í þessum málum. Já. Og nú ert þú bara að fara að halda námskeið sirka þessa hluti, það ekki? Jú. Í þar næstu viku? Í næstu viku. Í næstu viku? 17. október. Og hvar fer það fram og hvernig getur maður skráð sig? Ég setti auglýsingu í dagskrána hjá okkur og er með Facebook viðbörð líka. Já. Og það er netfang sem er hægt að senda á og biðinskráningu. Akkurat. Og ég verði í Lægjónssalnum í Skipagötunni. Já. Er þetta kvöldstund eða? Já, við byrjum klokkan 8 og ég svona miða við þetta sitt til 10:30 og svo auðvitað bara stundum spinnast líflegar umræður og ekki hægt að hætta. Nei, en það fólk mætir þarna og er með alls konar mismunandi aðstæður, þekkir mismunandi dæmi og svona og þannig það er oft mikið verið að spyrja og spjalla og svona. Og það eru bara allir velkomnir meðan húsrúm leyfir? Já, algjörlega. Og þetta kostar? 7.000 krónur. 7.000 krónur, já. Og þetta og ég myndi segja að það er mjög sniðugt fyrir fólk að mæti í svona fræðslu vegna þess að efni er ekki mjög aðgengilegt fyrir fólk annað en bara lögin. Og það þarf stundum að tengja þau við önnur lög heldur en erfðalögin og svona þannig að þetta spilar allt saman. Og ef fólk er að velta einhverju fyrir sig þá getur það verið mjög gott að koma og fá fræðsluna. Er það á 5. segir þú? Á miðvikudaginn. Miðvikudagskvöldi í Skipagötu? Já. Við bara hvetjum fólk til að kynna sér þetta og mæta ef það er eitthvað að spá og spekulur í þessi mál. Algjörlega og svo er bara við erum með svo mikið, hvað ég segja, það er svo flókið fjölskyldumunstru í Íslandi. Já, þetta er ekki lengur kjarnafjölskyldan. Og það er líka það sem þess vegna hvetjum fólk sem er í þannig aðstæðum til að kynna sér þetta vel. Hvort sem það er með mæta námskeið eða með öðrum hætti en þetta er bara mikilvægt. Fólk er með mín börn og þín börn og fósturbörn og alls konar flækjur. Margs að gæta. Já. Takk kærlega fyrir komuna, Harpa, og gangi okkur öllum vel að finna út úr þessu. Já, takk fyrir mig.